gaman að fá það heimsókn. Já, takk fyrir það. Ég er mjög spennt. Nei, ekki? Jú. Byrjum bara á þessu sem við vorum að tala áðan, hérna, með æfingarnar. Já. Ég er búin að sjá á Instagraminu að þú duglega að æfa. Já, ég er inn að hreyfa mig daglega. Daglega? Já, en þú veist, kannski ekki alltaf sjúkla intense æfingar, en maður samt reynir að hreyfa sig daglega. Hvort sem að sé einmitt, þú veist, æfingu á World Fit eða bara út að labba eða hlaupa eða eitthvað aðeins. Það er ógeðslega næs. Það er það? Já. Ég geri það líka, sko. Já. Hvað finnst þér hreyfing gera fyrir þig? Bara mjög mikið, sko. Það svona, ég er alveg frekar upptekið manneskja, ég er alltaf að gera eitthvað. Þannig að en þegar ég er á æfingu þá er ég bara á æfingu og ég pæla ekki neinu öðru. Þú veist, ég er ekki að skoða síma minn og ég er bara svona, heyrðu, þetta er bara það sem ég er að gera núna og það getur enginn truflað mig. Og það er ógeðslega næs. Þannig að þú færð svona eins og svona smá flæði og frið frá umheiminu, svona smá núvitundar stemningu bara. Já. Það ekki? Já, og það er ógeðslega næs. Svo finnst mér líka bara ógeðslega gaman að svitna. Já. Og já, ég byrja alla daga með að fara á æfingu. Ertu að taka á morgnana? Já, alltaf bara, það er einlega fyrsta sem ég geri, þú veist, ég æfa fastandi maga og svo, þú veist, tek ég klukkutíma á æfingu og svo græði ég mig fyrir daginn. Og það er ógeðslega næst, það er líka svona að maður vaknar ógeðslega mikið við það. Einmitt. Já. Varstu alltaf á mótnana að þurftir að venja þig við það? Ég þurfti 100% að venja mig við það, sko. Já, ég var ekki svona, ég var alveg fara að sofa 2:30 og sofa fram að hádegi og gera ekki neitt og þú veist, ég var alveg þar. En svo, já, svo bara þegar að byrja að vera svona mikið að gera hjá mér, þá gekk það ekki. Nei. Maður þarf svona aðeins að plana daginn. Sem er samt bara ógeðslega næs. Algjörlega. Þá næ ég gera allt sem mér langar að gera. Ert þú þá dæmi með einhvern sem er búin að svissa sér úr B-manneski í A-manneski? Já, ég myndi segja það, sko. Þú hefur heyrt í mér fyrir 5 árum, þá væri ég ekki að gera það sem ég er að gera núna. Þú veist, ég væri ekki að vakna 7:30 og fara svo á æfingu í klukkutíma og þú veist. Og já, svo er ég í smá átaki núna. Hérna, og kærasti minn var að byrja að vinna hjá svona svefnrannsóknarfyrirtæki. Þannig að hann las bókina Why We Sleep. Já. Og hann var ógeðslega lengi bara, þú þarft að sofa 8 tímar og ég er svo þrjósk. Ef einhver segir mér að ég þarf að gera eitthvað, þá er ég bara, þú veist, nei, ég er ekki að fara að gera þetta. En svo mánuði seinna, þá var ég bara, já, ég þarf kannski að fara að sofa meira. Þannig að við erum, þú veist, í smá svona átaki og ég reyna að fara að sofa allan fyrir miðnætti, fyrir 11-ish. Þannig að ég er svona 8 tímar. Hvað varst að sofa mikið áður en þú byrjaðir í þessu átaki? Sko, svona 5-6. Það er ekki hann svo lítið? Jú, það er svolítið lítið, sko, með að við hvað ég er að gera, þú veist, ég er að fara á æfingar og ég er ógeðslega busy við daginn og ég er í skóla. Þannig að, og ég er ekki búin að lesa þessa bók, en hann talar svo mikið hana að mér líður eins og ég sé búin að lesa hana. en það er svefnið mikilvægt og ég finn það bara, ég byrjaði fyrir svona 2-3 vikum og ég finn það bara, ég þarf ekki, þú veist, að taka lögn 2:00. Nei, mitt. En hérna þetta með að velkomin í hópin, ég var B-manneski og búin að breyta mér í A-manneski. En ég samt þetta er svona smá eftir og eitt af því er að ég tek ekki æfingu, ég tek æfingar í hádeginu, sko. Já, það er svo sem allt í lagi. Já, en hvað er hérna... Sem að taka æfingu, er það ekki? Jú, 100%. En ég er bara svona pælt í, sko, þegar maður svona tekur tímabila sem einmitt það mjög mikið að gera og þá sem maður það væri gott að bara taka þetta morgunin, sko. Já. Nógu snemma. Hvað tók það langan tíma aðlaga því að Sko, ég held að sé alltaf vika. Þú veist, út af því ég hef alveg dottið úr rútínu, sérstaklega þegar COVID byrjaði og eitthvað svona. Og, þú veist, að byrja aftur að vakna snemma og mæta æfingar, þú veist, ég verði alveg þreytt fyrstu vikuna. En svo bara allt í lagi. En eins og núna þá vakna ég alltaf í kringum 7-8, þótt að sé helgi. Og ég er líka farin á æfingar helgar. Ég vakna bara 8-9 og fer á æfingu. Vaknar 8-9 helgar? Já. Vel gert. Hvað er það? Vel gert. Wow, þetta gat ég. Mér langaði að spyrja það svolítið út í að því að sko ég fekk áhuga að fá þig í þáttinn þegar ég sá myndina. Já, Agnes Joy. Agnes Joy. Mér langaði að spyrja það svolítið út í það því að þetta svona einhvern veginn
ég alveg ágætlega vel inni í hverjir eru í leiklist á Íslandi og svona, og þetta, minnst þú skaust svona hratt upp. Varstu ekki búin að vera að plana að vera að leika áður eða kom þetta bratt til? Sko, mér hefur alltaf langað að vera leikona. Þetta bara eitthvað sem að mér dreymdi þegar ég var bara pínlítið stelpa. En svona, var samt eitthvað, kannski eitthvað pláss fyrir mig á Íslandi og því maður sé náttúrulega ekki, leikonar af erlendum uppruna mikið á hvítu tjaldinu eða bara einhvers þar. Þannig að ég var svona aðeins búin að setja þennan draum upp á hilluna og þegar ég fekk skilaboð frá casting, þá bara í gegnum Facebook, þá var ég svona, ok, hvað er þetta? Er þetta ekki bara eitthvað smá djók? Og ég hélt, ég vissi ekki að þetta væri aðalhlutverki, ég held að það væri eitthvað svona auka, þannig ég ætlaði fyrst ekki svona að fara, en svo var ég bara, ég fer bara. Og svo mæti ég á staðinn, heima hjá Silja leikstjóra, og svo voru þær bara eitthvað að útskýra fyrir mig hvað þetta var, og voru að búa til bíómynd og þetta væri hlutverkið og ég væri að í áhörnupröfu fyrir einn af aðalhlutverkunum og ég man þegar ég var að hlusta á hann að tala þá var ég bara hvað meinarðu? Er ég ekki bara að fara að drekka kaffi hérna í bakgrunni? En svo man ég bara ég var eitthvað, ok, geggjað, þetta er eitthvað sem ég var langað í ógeðslega lengi og þetta er hérna fyrir fram á mig og ég hafði þannig sé enga leiklista reynslu, ég hefði tekið einhver sketch með áttunni og eitthvað smá hér og þar en svo var bara þetta tækifæri fyrir fram á mig og ég var bara, ok, þú verður bara give it your all og ég gerði það og var bara vonast fyrir það besta og það besta að gerist Sá ég ekki einhvers staðar að þú hefur lýst í að þú hefur verið að keyra tilbaka á áheyrnarpröfunni og þá var þetta æla Já, ég eldi en þú veist, einmitt, ég var mjög stressu ég hugsaði alveg það sáu það alveg en svo bara gaf ég allt sem ég gat og fór út og þakkaði fyrir mér og eitthvað og svo út af því ég hélt þetta væri bara eitthvað pínu lítið dæmi þá var kærasti minn að bíða eftir mér út í bíl og eitthvað sem átti að vera bara hélt ég í svona korter, max 20 mínútur var í rauninni 45-60 mínútur þannig hann var bara til í bílnum ég hljóp til hans og var bara já, þetta var bara alhautur og svo hann bara, já, ok, geggjað og svo var ég bara, stoppum aðeins og opna hurðina á æli svo var ég bara Það var bara stress eða? Já, ég held að það hefði verið smá bara svona hvað var þetta? En svo var það bara gaman Hvað ég oft hugsa þetta að því eitt að mæti áheyrnarpröfur og vera menntaður leikari og þá er maður alltaf búin að læra alls konar tækni og hitt og þetta hvernig að mæti áheyrnarpröfu og vera ekki með menntun hlusta maður bara á það sem mann er sagt og... Já, í rauninni ég var bara, það er sögðu mér bara hvað þeir vildi frá mér og ég var bara svona, ok, ég ætla að reyna að gefa það og ég hugsaði, skiluru ok, vertu bara íkt og þá getur þú tónaði niður og því það er svo leiðilegt að vera eitthvað myndi ég halda eða þú væri leikstjórn og myndi vilja fá X frá einhverja manneski og þurftir alltaf að biðja manneskina að vera meira þannig ég hugsaði bara, ok, vertu aðeins íktari en þú ert þægileg með og þá getur þú bara tónaði niður og þarft Manstu hvað það var sem þú varst beðin að gera í orðinbröðinni? Já, það er ein sena sem að við erum í eldhúsinu og erum að rífast Agnes kemur heim og var ekki búin að láta vita af sér og er að rífast með fjölskylduna, það var sú sena og svo var eitthvað önnur sena sem var ekki í myndinni matabóðið heim hjá ömmunni sú sena var ég las hana upp í áhörnumpröfuna Ok, og síðan þegar þú færð bara jáið og þeir eru sagt að hvað því þá eins og segir miklu stærri en þú helst Já hvað var þetta þá langt ferli? Þetta var alveg í nokkra vikur ég held 8 vikur og því ég fór aftur ég fór fyrst og svo fór ég aftur og svo beið ég í smá stund og ég man þegar ég fekk hringinguna frá Silju ég var að vinna í Nova og ég var
að fylla á þarna hulsturinn á veggnum og eitthvað og ég var eiginlega, og því að leið alveg smá tími og þá var ég bara svona, ok, ég fekk það ekki og ég bara svona bíða eftir að fá, herðu, þú veist, takk fyrir að koma en þú veist, þetta fer til einhvern annars. Þannig að ég var eiginlega bara búin að cancela svo hugsun að ég myndi fá þetta. Og þarna ég eitthvað að setja á vegginn og eitthvað, svo hringi síminn og ég bara þekkti ekki númerið og svaraði, svo var þetta Silja, svo nú bara eitthvað, já, mér langar að bjóða það hlutverki og ég bara, já, ok, já, geggja, takk. Hún bara, já, við höfum bara samband. Ég bara, já, æði. Svo skelli ég á og ég bara hérna svo strákandir og hérna við skipta eitthvað sviðinu, bara koma til mín og bara, Donna, allt í lagi? Ég bara, já, ég vekk hlutverk í bíómynd, ég veit ekki hvernig ég á með þannig að það var alveg smá fyndið. Ertu dramatísk eða? Herðu, sérst það? Nei, þetta hljómar svona svolítið eins og það hafi verið mikið dramatík í kringu þig? Nei, já, ég er smá dramatísk. Aðeins? Ég er mjög svona tilfinningarík vera, þannig að ég get alveg verið smá dramatísk. Já, berðu tilfinningar utan á þér? Já, ég myndi segja það. Ég hugsa að fólk vita alveg hvernig mér líður strax. Og ég held að bara... Hvernig síðan tíminn þegar maður, ég hef nú, fólk hefur stundum verið að suði í mér að því ég er búin að segja sögur, eða ég er búin að segja svo oft í þessum þáttum að ég hef gert bíómynd, ég gerði bíómynd fótboltalandslið, fólki finnst ég alltaf að vera að endurtaka mig, en það er mín eina reynsla af bíómynd, það er að búa til bíómynd. Já. Og síðan allt í þenni þetta moment þar sem er frumsýning og það er fullt háskóla bíó. Hvernig að vita að maður sjálfur að fara að vera á skjánum svona mikið, maður er aðalhlutverki en maður, þú veist, það líður langur tími þar til tökurnar eru búnar og þannig að myndin kemur út. Já, það leiðir rauninni aðeins meira en árs. Já, svona langur tími? Já, og ef ég á að vera hreinskilin þá glemdi ég einlega að ég hef verið í bíómynd, sko. Og því, þú veist, ég ákvaði síðan að fara í háskólabrú, eða háskólagrunn í HR og það er mjög erfitt nám. Ég gerði mig ekki grein fyrir því, þannig að ég var bara að hugsa út í það. En svo fæ ég símtal frá, þú veist, prodúsera og Silju, bara, herðu, já, við erum myndin tilbúin og við erum að fara heimsfremsýna í Suður-Kóreu og við erum allir að taka það með og allt, og þá var ég sko í skólanum og ég var bara, já, ok, herðu, þetta er bara að fara að gerast núna og það var ógeðslega gaman, sko, og ég áttaði mér ekki á að ég yrði í bíómynd og ég yrði í bíó fyrir það varð. Já, það er svoleiðis. Já, og ég smá, sko, ég ofhugsa svo mikið, þannig ég reyni að pæla ekki í neinu þangað til að það gerist. Já, ég skil þig. Og því ég hugsa, ég veit ekki hvernig það make sense, en ég hugsa svona, ok, ef ég hugsa ekki þetta þangað til þetta gerist, þá minna tími fyrir mig til að ofhugsa. Já, algjörlega, þú setur þetta í skúfu. Já, og svo tek ég bara eftir, ég þarf að halda. En hvenær kom myndin aftur út? Hún kom 16. október 2019. Þannig að náður að fara... Já. Þú náður að flakka áður en COVID. Já. Hvert fóruð þið með hana? Við fórum til Suður-Kóreu, við heimsfremsýndum hana þar í Busan í svona filmfestival og það var ógeðslega gaman. Það var ógeðslega gaman. Ég var svo stressuð, sko. Hvernig er Suður-Kórea? Herru, ég elska Suður-Kórea. Ég fór til Suður-Kóreu hérna í júni-júli, bara með fjölskyldinu og kærastu minn, til Seúl og svo fekk ég símtal bara 2 mánuðum seinna að við værum að fara til Suður-Kóreu og ég var bara, aftur. Já, þannig að þú fara í annarskipti? Já, ég var nice. En ég fór til Busan, ekki Seúl. Og það var ógeðslega gaman. Og þessi mynd var síðan send sem framlag Íslands til Óskarsverðlaunanna og alls konar þú ert búin að fá bara mjög mikið lof fyrir frammistöðuna í myndinni. Já, takk fyrir það. Ég kann ekki alveg að taka við hrósum, sko, þannig að ég var alveg smá svona bara segja takk og trúa því þegar fólk það tók mér mjög mörg ára að fatta það þegar fólk að rósa manni þá er það yfirleitt að meina það, sko. Já. Þannig að maður bara einhvern veginn Já, ég er ennþá svona að læra. Það gengur samt alveg vel, sko. Ég var alltaf þegar fólk rósaði mig þá var ég alltaf svona, já, nei en svo er ég alveg hætt því en ég svona veit bara ekki hvernig ég á vera þegar fólk hrósa mig. Nei, þú ert ekki einum það, sko. Það er rosa margir, ég held að sé rosa margir í því, sérstaklega, veit ekki hvort það sé sér í Ísland, sko.
Íslandingar ekkert mjög góður í að taka hrósi, sko. Nei, einmitt. Við erum frekar lélegir í því, sko. Ég samt að reyna að hrósa meira og taka við hrósi. Já. Betur. Og það gengur alveg. En þetta æfing eins og allt annað. Komst aðeins inn á áðan og sagðir að þið hefur dreymt að vera leikona en síðan hafur þú hugsað að það ekkert mikið af leikonum eða leikurum á Íslandi af erlendu bergi. Já. Hvernig það einhvern veginn að því maður er að setja sér í spor en maður er kannski krakki og maður er með einhvern svona draum en maður hugsað að þetta ekki fyrir mig. Getur þú lýst þeirri tilfinningu? Þú veist, það ekki bara svolítið þannig að þú ert ekki með neina fyrirmyndir sem líta út eins og þú. Þú veist, bara ef þú ert ekki með neina fyrirmyndir sem líta út eins og þú þá er svolítið erfitt fyrir að setja í þeim spori, skilur þú veist, alla þessar popstjörnir voru náttúrulega bara hvítar, ljóshærðar, bláeðar stelpur, þú veist, Britney Spears, Christina Aguilera og maður getur ekki alveg verið eitthvað, ég get einhvern tímann verið eins og hún ef hún lítur ekki eins og út eins og þú. Það er svona skiptir svo miklu máli, þú veist, að representa bara alla, þú veist, listir, bíómyndir, sjónvarp, leikhús, þetta á að endurspegla samfélagið en það gerir það ekki þegar hún er svona einslit. Eru ákvæði hlutar að gerast núna? Það náttúrulega, þið eru nokkrar, María Thelma, Aldís, þú og það er svona einhvern veginn eins og það sé að verða svolítið vakning í þessu. Já. Finnurðu fyrir því að það sé að verða breytingar núna? Já, maður finnur alveg fyrir því, sko, aðeins, en þú veist, auðvitað væri ég til að væri aðeins meira en það er. Þú veist, það er gott að við erum að fara áfram en þú veist, við erum samt alveg að taka svona baby steps. Einmitt. Það má alveg taka alvöru skref og þú veist, mér fannst þeim ógeðslega flott hjá, var það ekki Óskarinn sem að, ég held að byrja 2025 þar sem að ef þú vilti vera tilnefnd til bíómynd eitthvað í Óskarnum þá þarft að vera, þá þarft að ná einhvern ákveðin skilyrði varandi minnihlutahóp. Það voru einhvern nýja reglur sem ég finnst geggja og því þá ertu í rauninu bara að segja við alla, herrðu, þú verður að vera með representation eða minnihlutahóp í krúinu eða í casting svo að þú eigi séns til að vinna. En þú veist, mér finnst það bara flott og því einhvern veginn verður við að þú veist, rétta ójafnvægið. Hvenær varstu gömul þegar þú komst til Íslands? Ég var 4, 3 held ég. Já. Frá Filippseyjum? Já. Hvernig, sko, því að manni finnst þetta oft, ég veit ekki, maður er sérstaklega einhver eins og ég, eða þeir sem ferðast mikið, þá finnst mann þetta svo skrítin pæling að það eigi að vera eitthvað öðruvís að vera að öðrum húðlit. Já. En það er svo stutt síðan að Ísland var bara rosalega einsleitt land. Já. Að þegar þú hefur verið 4 ára, fannstu þó fyrir því mjög mikið að þú værir öðruvísi? Sko, kannski ekki þegar ég var 4. Nei, ok, en þegar þú ferð í skóla? Já, þegar ég byrjaði grunnskóla, við vorum held ég, 5 í skólanum sem voru af erlendum uppruna. Já, og það var sko ég, systir mín, bróðir minn og frænka mín. Sem var einn annar sem að ég var ekki skild með. En eins og núna, ég var í Fellaskóla, í grunnskóla, ég var þar 10 ár. Og eins og núna, ég held að 51% sé af erlendum uppruna. En það var ekki þannig þegar ég var yngri og það var alveg erfitt og maður fekk svona ég man að ég skammaðist mín rosa mikið fyrir að vera öðruvísi og mér fannst ég aldrei heima neðstar, skilurðu. Hvað er það, hvernig lýsir það sér aðalega? Sko, ég man bara nesti sem ég kom með í skólanum var allt öðruvísi en samlokan sem að aðrir bekkjarfélagar mínu komið með og ég man sko, ég sagði við mömmu, herði, mér langar ekki að taka það með mér í skólanum, mér langar bara í samloku. Ég skilur. Var það því að það væri filippseyrsku matur sem er þá væntanlega eldaður? Já, og bara öðruvísi og alls konar lykt og eitthvað sem að, og ég man að mér leið að ég var ekki eins og hina krakkanir og mér langaði ekki að bæta ón á því. Mér langaði að vera eins nálægt og ég gat sem var samtalið erfitt og því en alltaf. Svo erfitt að setja sig í þessi spor einmitt að
bara svona litli hlutir eins og þú ert að lýsa ég held að kveikjum ekki alveg bara að vera með ólíkt nesti og það sé ykkur lykt af matnum varstu þá, og fyrir lítið barn varstu þá á þessum stað að þú fyrir að leiðin svo þið langaði bara að henda nestinu eða Já, ég gerði alveg Já, það? Já, að þú veist einhver tímann ég man alveg eftir því en svo bara fekk ég saman okkur nesti og ég hætti að pæla í þessu og svo sko alla þessa microaggression sem maður upplifir þegar maður er yngri þú veist, allt þetta hef ég einlega bara sett honni í skúffu og því ef maður er eitthvað endalast að hugsa um það þá er maður ekkert fyrir að lifa af Ég skilji Já, líðið bara eins og þetta sitt ennþá svolítið í kerfinu og þau eru bara ítaði til leðar Þú veist, já og nei þú veist, ég er bara búin að bæla x hluti niður og svo núna náttúrulega eftir þú veist, sérstaklega eftir Black Lives Matter og ég er svona aðeins meira að opna skúffuna og þú veist, horfa á svo upplifanir það er alveg vont en mér finnst það samt alveg mikilvægt bara upp á að þekkja sjálfa mig betur og maður gera það í skömmtum sko. Einmitt. Annars verða það get svona overwhelming Já, algjörlega En upplifir ekki eins og að sé kynslóðabil á Íslandi varðandi þessa hluti að núna er að alast upp kynslóð eins og segir 51% erlendu bergi þar sem að maður einhvern veginn að því eitt er að það sé svona bara hreinn og klár rasismi annað er einmitt bara þegar fólk einhvern veginn er bara ekki vant því að umgangast eins og bara eldri kynslóðun á Íslandi kannski fólk yfir segjum 70 það bara hefur farið í gegnum kannski alla ævi sín og hefur aldrei umgengist og þá gerir það sér bara ekki grein fyrir því oft einhverja algjöru hugsunarleysi eða það segir einhverja fáránlega hluti og líður þér ekki eins og það sé að verða svona bæði vakning og líka framför hjá yngri kynslóðinni. Jú, algjörlega, en það er líka bara partur af því, það er alltaf, þú veist, Ísland er að vera miklu meira svona menningarlegri en það hefur verið, skilur, að koma alls konar menning til Íslands og það eitt og sér að vekja athygli á allar þessar menningar, það bara, þú veist, það opna bara svona, hvernig segir maður, horizons fyrir fólk, það opnar hugana eins. Ég hugsa að það sé bara töff núna að mæta með asíski mat sem nesti í skólanum fólk vilja smakka og fólk er miklu meira opið fyrir það bara því að það er að sjá það miklu meira þess vegna er líka bara mjög mikilvægt einmitt að fyrirmyndin okkar eru alls konar ekki bara eitthvað X og því við erum alls konar og þú veist ég er ekki bara að tala skilur af öðrum uppruna, ég er líka bara að tala bara alls konar fólk Hanna. Mér finnst þér svo sko, þín kynslóð, því ég er náttúrulega svolítið eldri að hún sé bara betri í einmitt, talandum ekki bara húðlit eða erlendu bergi, heldur líka bara allt kynjadæmið og og trans og þetta er miklu meira bara allt saman sjálfsagður hlutur og svona eldri kynslóðunar eru dálítið svona seinar að læra stundum sko. Já, en svo þurfum við líka að hugsa skilur að upplýsingafræðið þú veist, þá var ekki eins gott hún er í dag Nákvæmlega. Þú veist, í rauninni að þú vilt vita eitthvað X, þá bara googlaður það en það var kannski aðeins erfiðara í gamla daga En mér ég aðeins finna þetta ég veit það ekki, kannski er það bara í hausnum maður í COVID-tímabilinu núna, þegar það verið að tala að loka landamærunum, þá finnst mér ég upplifa einhvern veginn að það sé miklu stærri hópur af Íslendingum, sem er einhvern veginn svona bara Ísland fyrir Íslendingu og þetta er bara fínt, bara loka sem landamærum og eitthvað Mér finnst eiginlega búið að vera óþægilegt að horfa á þetta sko, af því þú veist, jú, eitt er að vera hræddur við COVID, en einhvern veginn það smá svona eins og það sé bara auðvelt að fara í einhverja svona útlendingafóbíu sko. Já, ég veit ekki hvað það er, ég held að fólk bara er hrædd, skilur, gera alls konar þegar hrædd, en svo hvernig á maður að sigrast træðslu, er það ekki bara að kynna sér efni betur þú veist allan að hef ég reynt að gera það og þegar ég skil eitthvað ákveðin efni betur þá er ég minna hrædd við það, þannig ég hugsa kannski veit þetta fólk bara ekki betur, ekki það að ég sé að reyna að afsaka eitthvað það sem við segja át því það er náttúrulega alls ekki gott að deila hatri sko Nei, það er aldrei gott. En það er stundum bara svona, þú veist, það er auðvelt, það er svona, sækjast fólki það frekar. Þú sagðir á þetta með fyrirmyndirnar, vantaði fyrirmyndir. Hverjir eru fyrirmyndirna þínir í leiklist? Núna? Já, ertu með fyrirmyndir?
þú veist náttúrulega á Íslandi bara bæði, sko já ég hef ekkert pælt ógeðslega mikið í það mér finnst allt sem að Alda og Telma eru að gera að geggja ég elska Telmu, sko og en fyrirmynd í leiklist ég er ekkert eitthvað ég ætla að vera eins og hún Nei. en auðvitað dáist ég á að verkum hjá fólki, skilurðu En eru búin að opnast fyrir þig tækifæri eftir þessa mynd? Ertu að leggja drauga því að leika meira? Já, ég var alveg til í það, en ef ég á hreinskilin þá var ég ekki nóg duglega að sækjast eftir því, ég er aðeins að einbinda mér svolítið að skólanum og svona, ég hætti sko í menntaskóla 18 ára og það voru bara svona persónulegar erfiðleikar og svo hékk svo lengi yfir mig að ég var ekki búin með stúdentsprófi, ekki það skiptið máli alltaf en þegar ég var svona 25-26 þá nei, hvað er ég gömul núna? Hvað er ég gömul núna? Ég gleymi alltaf, ég var 25 þegar ég fór í skóla ég 25 þegar ég kláraði ég ákvaði að fara í háskólabúnum 25 ára og þá var ég svona, mér langar að klára þetta og eftir það fekk ég bara smá svona, þú veist, mér langar að klára skólan mér langar að halda áfram, mér langar að læra meira og það svona kláraði ég háskólabrúna og fór síðan í háskóla núna í haust sem alveg smá struggle með COVID og eitthvað það var ógeðslega erfitt að byrja í háskóla og svo, eða bara skóla hvað sem ég sé, háskóla eða menntaskóla og mátti ekki hitta neitt Það er rosalegt rugl það er ekki partur af upplifun að hitta fólki og kynnast fólki og eitthvað þannig að smá ég var eitthvað við vorum með svona árshátíð snárum hérna í félagsræðinni bara á föstudaginn og það var svona 4 árshátíð bara út af soldið þannig að ég ákvað, þú veist gera aðeins meira svona stemming og þú veist, bauð nokkra stelpur heim til mín og gerði, þú veist, skreytti og gera aðeins meira svona partíur og svo bara svona En er þetta þá búið að vera hvað er þetta búið að vera langt tímabil sem að alla kennslustundir eru búin að vera Sko, ég fekk mánuð í fyrra það sem að ég mátti mæta í skólanum og það staðnám, en svo er þetta eiginlega bara búin að vera fjárnám Jesús, með almátt og ég á alveg erfitt með fjárnám ég get alveg sagt það, út af því ég veit ég er í skóla en ég samt í skóla þannig að ég er svona Það er bara, ég var með gæðlækni hérna daginn sem var að tala með mitt bara athyglisbrest og þetta væri ekki hönnuð fyrir að vera svona lengi fyrir frá skjái og allt þetta og einmitt hvað félagslegi hlutin væri mikilvæg að hluta þessu öllu bara það að endast einhvern veginn í kennslustundunum verður auðveldara eða þú ert síðan með smá breyk á milli og ert að spjalla við fólk og í staðin fyrir að maður sé bara heima og sér allan tíman eitthvað þetta er ræðilegt Það er nefnilega svolítið þannig sko og svo emma bara, ég veit ekki eins og bara með í ræktinni skilur, ég funkar miklu meira ef ég er í svona hóptíma bara út af því að ég ég er bara svona, ok, ég verða að fylgjast með út því að þessi hérna er svo duglegur ég verða aðeins, þú veist, hver er að fylgjast með mér heima, kötturinn minn Já, einmitt að því líka bara, þú veist, einhvern veginn við erum komin á tíma þar sem það er náttúrulega rosalega mikið á bara YouTube og þú veist, það er ekkert mál að sjálf mennta sig en eina stóra ástafanum fyrir að fólk fer í nám er einmitt umhverfið og félagsþroskinn og kynnast fólki og allt, það er alveg stór hluti að þessu Já, svo líka bara, þú veist hópverkefnin, það er alveg erfitt í gegnum Zoom, sko Já Hvað er það að taka marga tíma á dag á Zoom og ekki segja þetta og því ég er 100% ekki að taka mikið og já að gera Jesus. Ég er hérna Ég finn til með þér Ég er hérna, fyrirlestur ég kikja aftur og svo bara, próf, ég er ekki búin að horfa á neina fyrirlestura en maður er að ræta sér ég er að reyna að vera duglegri núna þú veist, febrúar og svona miðjan mars, þá var ég alls ekki dugleg í skólanum ég var bara eitthvað að vinna og gera allt annað. Það verður dálítið áhugavert hvernig við förum út úr þess að því að það er náttúrulega nú búið að koma í ljós að það er hægt að gera hluti í gegnum netið. Já. Það er hægt að taka fundi og það er hægt að kenna og allt þetta. En ég ætla að vona einmitt að þá fyrir við ekki að hugsa já, við getum bara gert þetta allt í gegnum netið og við getum bara gert allt í gegnum Zoom og Teams og eitthvað. Þetta er bara
ekkert sem kemur í staðin fyrir að vera með fólki. Já, ég hugsa að fólk viti það alveg, sko. En það samt ógeðslega næs að geta verið bara, herðu, ok, það bara ekkert sens fyrir okkur að hittast allir á sama tíma ef við erum að gera það Zoom. Algjörlega. Og líka fyrir fólk sem að, skilur, getur ekki fara út úr húsi eða þorið ekki. Það alls konar fólk til, þannig að það líka ógeðslega næs. En mér finnst líka ógeðslega næs að geta hort á fyrirlesturna eftir á. Ég var alveg til í það þótt að það væri staðnám að það væri samt tekið upp út af því að, ég fylgjast alveg með í tíma en ég get ekki, hann segir eitthvað X og kannski svona 80% næja með að taka, kannski 60%. Já, ég myndi segja 80% er eiginlega mjög mikið. Kannski 60%, kannski 45%. Ég held að sé líklegra, sko. Þannig ég væri meiri 20-30% heldur, sko. Já, sko það sem ég geri í skólanum er að ég glósa svo mikið og ég skrifa alveg frekar hratt og þannig að ég bara með tölvuna mína og kennurinn að tala og ég bara og svo eftir á þá les ég yfir og stundum er ég bara, hvað var ég að skrifa þarna? Og það ógeðslega næs að geta hort á fyrirlestrana aftur og er bara já og maður tengja betur. Ertu að læra félagsfræði? Já, félagsfræði. Af hverju langar að læra félagsfræði? Ég veit það ekki, ég bara það svona talaði einhvern veginn aðeins meira til mín og ég skoða áfangana og ég var bara, já, mér langar að læra þetta og mér finnst það ógeðslega gaman að pæla í hlutum og svona ég hugsa alveg að fara í sálfræði en svo vildi ég ekki horfa á hlutina svona míkró, mér langar aðeins skoða Já, stærri myndina, einmitt Ég ætla nú ekki að drepa það og tala að vera öðruvís í æsku en mér langaði samt að spyrja það út í Votta Jehóva Já. Hvernig var að koma til Íslands og vera í Vottum Jehóva og á hvaða punkti áttaðirðu á því að þetta væri ekki fyrir þig? Sko, ég náttúrulega þekkti bara ekkert annað og ég var í Vottum Jehóva hangli á svona 15 ára og við fórum í messu 2 á viku og svo fórum út að predika á laugardögum. Hvernig virkar það? Þú farið? Já, ég var bara með ömmu mína, skilur og við fórum og löpuðum milli húsa og töluðum við fólk og stundum fekk ég nammi og svo fengum okkur að borða þetta var gett mikið bara svona samveru og ég náttúrulega, ég veit að ég var ekkert að hlusta þannig séð, ég var svo lítil en svo þegar ég varð 13, 14, 15 þá var maður að hlusta aðeins meira og pæla og ég fann bara að þetta var ekki alveg eitthvað sem talaði til mín og amma er mjög trúið og ég þannig sé alveg mjög trúið og svo fann ég bara þegar ég var 15 að ég var þarna ekki fyrir mig, ég var þarna fyrir ömmu og amma mín er bara einn mikilvægasta manneskja í lífinu mínu en svo var ég bara, ok, mér langar ekki að vera þarna og amma segir alltaf mig, skilur, já, Guð veit allt Guð veit hverjan hjartinu, Guð veit hversu góð manneskja ert og drurur þannig að ég sagði, þegar ég hætti sem var, ógeðslega erfitt bara út af því að mér fannst eins og ég væri að hætta með ömmu mína þá sagði ég bara við hana, herðu, þú veist, þetta er ekki fyrir mig og hún tók það alveg smá illa og við töluðum ekki saman í 3 mánuði sem var alveg mikið fyrir okkur og svo lést afi minn þannig að við töluðum aftur saman og ég sagði bara við hana, þú veist, ég veit að þú ert ekki ánægð með þetta en þú segir alltaf við mig að Guð veit þetta og hitt og þannig að hann veit að ég vil ekki vera hérna, þannig að ég er í rauninni bara fyrir þig og vilti það og hún skildi það. Ok, og þið hafið bara náð sóttum eftir þetta og verið góða vinkonur og... Við erum mjög góða vinkonur. En hvernig, hvað var það þó? Var það bara eitthvað við trúa brögðin í Vottum Jehóva eða það hvernig verið iðkvæmta eða var það bara þetta að vera einhvern veginn rosalega mikið öðruvísi á Íslandi eða? Nei, ég veit ekki alveg hvað það var bara eitthvað, þú veist, sem ég var bara, ok, þetta er ekki alveg fyrir mig þú veist, ekki það að ég trúi ekki á Guð og ég trúi á Guð, ég er mjög trúi sko, og alltaf þegar það er erfitt hjá mér þá, þú veist, beði ég veit samt ekki alveg hvað ég er til Guðs út af því að ég trúi miklu meira bara svona, þú veist, æðra mátt en eitthvað trúabragð þannig ég er ekkit ég fer ekkit í messu eða eitthvað svoleiðis en ég er samt þú veist, ég veit að það er eitthvað stærri en við. Finnst þér það hafa komið hjá þér í gegnum þá tímabilið þegar þú varst í Vottum Jehóva að bara einhvern veginn að trúa? Nei, ekkit endilega, þú veist
jú, kannski hafa það einhver áhrif en ég hef alltaf verið bara það einhver eitthvað stærra en við, stærra en þetta skilur Hvernig upplifir Ísland því ég myndi segja svona með að við öll það lönd sem ég ferðast til þá Ísland frekar svona innan gæslepa trúlaust land það svolítið svona atheista einhvern veginn það ekki mjög einhvern veginn í tísku að vera flaggað því að maður sé trúaður á Íslandi Nei, einmitt og þaksna var ég kannski alveg smá svona quiet með þetta en núna ég bara, já ég trúið eða þú veist þegar ég fara í gegnum bara svona dimma tímar og erfitt hjá mér þá þú veist, það hjálpa mér ógeðslega mikið að vita að það eitthvað stærra en ég, skilur og já, ég bið alveg sko, sérstaklega það erfitt og mér finnst það þægilegt að gefa mér svona von og gefa mér smá svona og mér finnst það og kannski, hvort sem að sé til Guð eða ekki þetta eitt og sér hjálpa fólk, sko Mitt, ég oft, og það reynda einhvern veginn að vera að skilja þetta með veist, þegar fólk einhvern veginn verður trúlaust af því að það svo reitt út í trúarbrögð þá það einmitt það reitt út í trúarbrögðin en ekki trúna og þá það út af því trúarbrögðin eru komið með einhverja stofnanir og það gerast einhverju ljóti hlutir og eitthvað svona en einhvern veginn einhverja hluta vegna hefur það bara verið með mannskepnunni í öll þessi ár að trúa á eitthvað og ég held að eiginlega allir sem lendi í einhverjum svakalegum erfiðleikum enda á að biðja sko. Já, ég meina hvað trúarbrögð? Það ekki bara fólk? Þannig að skilur þú getur verið reitt út í trúarbrögð ég skil það alveg vel, en fólk líka bara fólk Algjörlega, en þá ég að meina að það verður kannski til svona eitthvað, það verður eitthvað leiðtogi og það verður eitthvað köld og svo en ég veit það ekki, allstaðar þar sem að verður til svona píramíti þar sem einhver á toppnum og þá bara mannlegt eðli þannig að þá byrjar eitthvað að fókast upp sko. Oft á tíðum Já, það svolítið þannig en þess vegna ég ekkert eitthvað ég veit bara hvernig mér líður og ég veit að hjálpa mér að tala við einhvern sem að sé eitthvað annað ekki og ef það þannig hjá öðrum fólki hver ég til að vera eitthvað, nei Nákvæmlega Ég sé trú þannig að það eitthvað sem hver og einn verður bara að fá að eiga fyrir sig og hver ég til að segja við manneskjuna nei, sko trúin þín, hún á ekki það bara fyrir gjöðu, hver og einn á að hafa sína trú fyrir sig sko. Já, það svolítið þannig Þannig sé ég, hvað hefur farið oft til Filippseyja síðan þú komst hingað? Já, alveg frekar oft sko, ég fór alltaf alveg frá því ég fór fyrst þegar ég var svona 10 og svo annarkvært ára einu svona ári fór til Filippseyjar ég fór seinast 2019 bara út að svolítið en ég elska Filippseyjar mér finnst það ógeðslega gaman að vera og alltaf einhvern veginn þegar ég fer þá var ég alltaf að sjá eitthvað nýtt Eru Filippseyjar, ég hef ekki komið ánga eru þær svona svipaðar löndunum í kringan í Suðaustur-Asíu, Tælandi Indónesíu Já, en samt aðeins meira svona western líka bara út af því að það var náttúrulega bandarísk nýlenda og spænisk nýlenda þannig að það alveg smá svona mikið af menning en ég veit það ekki, það bara svo ógeðslega jákvætt og skemmtilegt og maður einhvern veginn alltaf bara good vibes út í Filippseyjum allir alltaf að syngja og hvernig getur maður ekki verið eitthvað jákvætt þegar fólk syngjandi út allt Það frábæra punkti Það annað sem hefur oft verið í gegnum tíðinni mitt í trú að það einhvern veginn fólk að koma saman og syngja fólk að koma saman og hitta annað fólk við erum hönnuð til að vera í træpum og maður sér oft í svona samfélögum ég veit það ekki, samfélögum það náttúrulega hefur örugglega með veðurfari að gera kannski bara svo aðeins, á Íslandi þetta svolítið þannig að við förum út úr húsunum okkar í bílinn okkar, keyrum í vinnuna keyrum aftur heim og erum í húsunum okkar en svona samfélag sem betra veður það oft fólk kannski meira að koma saman ég fann alveg fyrir því þegar ég var til Filippseyjum sko, það var alltaf eitthvað fólk í kringum okkur og það var ógeðslega gaman Já, ég fæ bara svona ég verð að fara til Filippseyjar aftur Þetta verður að sagna þessi ferðast Já, ertu að djóka ég alveg smá bara líka við að ég horfi bara á Balí-strönd og Filippseyjaströnd og ég bara one day Kemur Ándjóks, en maður það bara eins að vera þolinmóð því að það gerist einhver tímann Mér langar að spyrja þess út í samfélagsmiðlana og svona á hvaða punkti þú ferð að vera svona innan gæsla bara smá þekkt sko, það í
kringum tíman sem þú ferði áttuna eða var það þegar þú keftir í Ungfrú Ísland? Það var í rauninni Ungfrú Ísland fyrst, þá náði ég eitthvað smá athygli og svo þaðan fór ég áttuna og svo var það náttúrulega svolítið stórt eftir Anna Nei kom og svo bara einhvern veginn hélt áfram og svo bara Hvað var eftir Nei? Þannig að nei, þú ert ekki tíma sem ég fyrir mig. Ungfrú Ísland, akkur ákast að keppa í Ungfrú Ísland og hvernig var það? Sko, ég myndi segja að ég væri ekki alveg svona pageant típan og ég var það alls ekki þá og ég og vinkona mín vorum bara eitthvað svona pageant típan? Já, en ég og vinkona mín vorum eitthvað bara svona, já, ok, prófum þetta og svo samt var ég svona, nei, ég veit ekki alveg hvort ég meiki að eitthvað að vera eitthvað svona dúka upp á svið en svo segði ég mömmu minni frá og mamma bara ætlar þú að taka þátt í Ungfrú Ísland þú getur það ekki sko og ég er svo þrjósk eins og ég hef kannski nefnt og þá var ég bara, herðu, ég gera það bara hvað er það að gera? Ég gera það bara og þannig að það var kannski smá svona push en svo þegar ferlið byrjaði það var það bara ógeðslega gaman ég og Anna Lára svo sem vann árið mitt við höfum þekkst bara frá því við vorum með leikskóla og með mér í fellaskóla og ég hefði ekki talað við henni nokkur ár en við urðum einlega aftur vinkonur eftir Ungfrú Ísland og ég kynntist bara ógeðslega skemmtilega stelpur gegnum Ungfrú Ísland og þetta var ekki svona þetta var bara við vorum bara stelpur að hittast og fara í ræktina saman og svo var bara eitthvað sjó og þetta var alls ekki eins og ég ímyndaði mér að fegurðarsamkeppni yrði þetta var bara ógeðslega skemmtilegt. Ekki einmitt að því fólk stundum með svona aftur ákveðin hópur sem með eitthvað fordóma fyrir þessu og eitthvað svona en því ég þekki stelpur sem hafa keppt í Ungfrú Ísland og ég þekki stelpur sem hafa unnið Ungfrú Ísland og ferðast með heiminn og ég hugsa bara fyrst það sem ég hugsa þetta geggjað skref út fyrir komfortboxið og þú veist það læra ógeðslega mikið sko. Já, ég lærði hellingum sjálf mig mér svona kannski það næsta sem ég hef komist að þegar ég keppti allir geta dansað að það einmitt bara einhvern veginn svona vera einhvern veginn berstrípaður á sviði að gera eitthvað sem maður kann ekki, maður hefur ógeðslega gott að þessu sko. Já, og þú náttúrulega eitthvað growth happens when you're in discomfort og ég var óþægilega allan tíman þannig að ég mjög mikið growth sem gerast þarna en jú, það var ógeðslega gaman og ég kynnti stelpunum betur og ég lærði að elska að hreyfa mig þá og þú veist já, það byrjaði eiginlega þarna sko ég var ekki með mikið að hreyfa mig ekki þannig að ég spilaði alveg körfubolta með strákavinum mínum en ég var ekki svona hreyfa mig daglega eins og ég ger í dag og það byrjaði eiginlega bara út af því að stelpuna voru bara eitthvað eigum að fara, því við fengum kort í ræktina og kort í Laugaspa stundu því að World Class var einlega að halda þetta og það var bara svo mikið svona hópefli að mæti ræktina saman og fara síðan niður í Laugaspa og fá okkur nattsós og vera í pottinn þannig að þú veist, eftir það þá, og ég vandi mig bara á að hreyfa mig þá náði ég ekki alveg að losna með það Akkurat. sem þetta verð sem er gott Kom áttan eftir þetta? Já, áttan kom eftir þetta Hvernig gerist það og hvað voru það að gera í áttina þegar þú kemur inn? Sko, ég byrja hann hefur sambandið með held ég september 2016 og Ungfrú Ísland lauk ágúst 2016 og svo byrjaði í alvörun að vinna hjá áttinni í janúar og var til svona ágúst eða júlí eða eitthvað en þá var þetta bara svona gera sketsa og bara hafa gaman og svo gafum út lagi og fengum ógeðslega mikið athygli út frá því og gafum annan lag og þá byrjaði ég að fá ógeðslega mikið athygli á samfélagsmiðlum sem er ógeðslega skrítið út því jú, að vísu vildi ég það en svo þegar það var komið þá fekk ég svona ég veit ekki alveg hvernig ég hafa mér og ég var náttúrulega bara svo ung og svo ung ég var saman 20 eða eitthvað og lítil að ég vissi ekki alveg hvernig ég átti að höndla það þannig að það hafði alveg smá áhrif á andlega hliðina sko. Hvernig
Hvernig líst það sér þá að þú vissir ekki hvernig þú höndla? Var það bara að þú veist að það eru svona margir að fylgjast með þér og þá fann maður einhvern veginn að ritskoða sig eða bara óþægilegt að fá allir þessa athygli eða hvernig? Já, þú veist, ég var náttúrulega bara þarna og var bara, þú veist, á snappinu og að segja frá lífinu mínu og sína frá og svo alls konar fólk sem að leyfi sér að segja alls konar og oft ekki, þú veist, skemmtilega hlutir, veist, hvað maður að gera þegar það eru bara nokkur 100 manns að segja að þú ert umulega og eitthvað, veist, auðvitað getur maður að vera bara, herðu, nei, ekki taka þetta inn á þig en gaur, auðvitað tekið þetta inn á mig, þú veist, ég finn ekki að mikið fyrir þessu núna en líka hlutir. En er fólk í að senda eitthvað svona neikvætt og Já, okay. Það er svolítið þannig og yfirleitt meira þegar það kemur á stelpum, sko. Hvernig þá? Þú veist, ég veit ekki, ég tala stundum þetta við stráka og vina mína sem eru, þú veist, á samfélagsmiðlum og þeir bara, ég finn ekkert svona mikið fyrir þessu en svo tala ég við stelpurnar sem eru á samfélagsmiðlum og það er bara, já, ég fæ það reglulega, já, fólk leifir sér bara að rauna aðeins meira yfir stelpur en að gera stráka og ég veit ekki hvað það er. Rauna hvernig yfir? Bara, þú veist þú ert svo athyglisjúk, akkur þú gerð þetta kommenta á allt sem þú gerir. En er það ekki bara blokk? Jú, en svo bara koma þær aftur upp, gera bara annað account. Já, ég skil. Þú veist, ég fæ þetta ekki eins mikið núna, en líka kannski bara út því ég er ekki að sýna eins og mikið athygli og ég gerði. Veist, ég var náttúrulega bara að byrja þá og ég vissi ekkert hvernig ég ætti að höndla það, en eins og núna, og líka þá hleypti ég öllum inn. Veist, ég sýndi algjörlega bara frá lífinu mínu og hvernig mér leið. Veist, ég er alveg búin að læra að, heyrðu, ég á ekki að gefa svona mikið á sjálfum mig til bara húst, af hverju, húst, ég verð bara ógeðslega drained og ég lærði það eftir þetta þannig að þegar ég fæ svona skot á mig núna eða eitthvað, whatever, sem er ekki oft en stundum þá Þetta er góð punktur þar og einmitt að viðurkenna þetta bara, ég held að allir sem að fara allt í því að fá mikla athygli og eitthvað svona, ég man þegar ég var fyrst í þeim sporum, maður getur alveg sagt já, ég hlusta ekkert af fólk sem er en það nær bara inn á mann, sko. Já, líka bara sérstaklega að fólk er að segja eitthvað sem að þú hugsar stundum, skilurðu? Nákvæmlega, sko. Þannig að maður er bara svona Mjög oft ef maður er sjálfskrítiskur og hefur tilhneigingu til að rífa sjálfa sig niður að þá getur þetta ýkta upp, sko. Já, og það er ógeðslega erfitt. Hvernig, þú segir þetta hafa haft áhrif á andlegu heilsuna þína, hvernig þá? Ég var bara ég veit ekki, bara svona lítil í mér og ég er svo tilfinningarík vera að þegar ég verð lítil í mér, þá verð ég ógeðslega lítil í mér. En svona með árunum þá hef ég hægt rólega, þú veist, lært að láta x-hluti ekki, þú veist, hafa svona mikið áhrif á mig. Út af því að, þú veist, og ég var ógeðslega lengi að átta mér á þessu, en alveg sama hvað einhver Jón eða Anna út í bæ segja, þá veit innsti hringurinn minn hvað er alvöru og ég veit hvað er alvöru. Þannig að, þú veist, ég er í rauninu bara að gefa þeim ógeðslega mikið vald ef ég er að láta þeim hafa svona mikið áhrif á mig, sem er eitthvað sem ég þurfti að læra svona eftir að hafa gefa þeim vald. Þú talaðir, ég var að skoða eins þegar ég var undirbúin undir viðtalið, viðtöl sem þú hefur farið í og svona, þú talað opinskátt það að þú hafir glímt við þunglyndi. Já. Hvernig lýsti það sér og hvernig var að bara segja frá því síðan? Sko, það er alveg þetta er alveg eitthvað sem að ég bara búin að vera að díla við lengi og er svona núna eða á síðust árum farin að vinna aðeins meira í og ég veit það ekki, það er alveg erfitt að opna gömul sár en maður þarf einhvern veginn að gera annars springum maður bara og ég finn eins og sérstaklega núna, ég lendi á smá vegg í desember, bara því það var svo mikið álag og ég ekki að díla við hlutum sem ég átti að vera að díla við þannig að náttúrulega hjálpar að tala það en ég er stundum ógeðslega treg að leita hjálp, sko. Já, það. Ég veit að maður á að gera það en einhvern veginn að taka skrefið og að heyra skiluru í sálfræðinga, fá hjálp það er bara miklu meira en að segja, sko. Það er svoleiðis. Þú veist, en svo gerir maður það og maður vinnur í hlutunum og það er alveg erfitt, sko. Veistu hvaðan það kemur? Leiðir svona alveg frá því þú varst barn eða? Nei, ég veit það ekki. Þetta náði svona hápunkti þegar ég var
16-17 og ég náttúrulega reynda fyrir að fara mér og svo eftir það vann ég aðeins í þessu svo bældi þetta bara aðeins niður og svo núna síðustu árum hef ég verið að vinna úr þessu en ég veit ekki hvað þetta er þetta ekki bara, því maður ekki að tala tilfinningarna sína og maður einmitt að bæla alla þessa hluti niður algjörlega, það allan stór hluti að því sko. Já þessi geðlæknir sem var hjá mér um daginn Haraldur Erlendsson, hann sagði bara 60-70% af því að fólk lægist á þunglindu og þessum hlutum er bara nánd við aðra mannesku og opna sig og deili sem með fólki og allt þetta sko. Og líka bara einhvern veginn að játa fyrir sjálfa sig að það er ekki allt í lagi og það er líka, þú mátt það alveg út af því að fjölskylda og vinir og alltaf þeir eru þarna fyrir þig alveg eins og þú ert þarna fyrir aðra. Akkurat. Þannig að það hefur 100% hjálpað mér sko. Hvernig, en maður hefur á tilfinningunum einmitt líka að það sé svona talandi samfélagsmiðla á þessa yngri kynslóð að því að oft talaði með neikvæðu hlutina en það sem manni finnst jákvætt er með þetta að það hefði verið óhugsandi fyrir ég veit ekki, sem 20-30 árum að eitthvað ungt fólk sem var svona að vekja mikla athygli hafi verið bara mjög opinskátt að tala þessa hluti. Já. Þannig að upplifir það ekki að þegar að þú hefur talað þetta opinskátt að þá fáir mjög jákvæð viðbröð það? Já, jú, algjörlega sko og líka, ég veit alveg að það hlusta margir á mig ég er alveg með nokkra 1000 á Instagram og ef ég tali mína hluti sem er erfitt hjálpar einhverjum öðrum þá er það strax gott, skilur líka bara, í gegnum tíðina þegar ég er svona lítil og leið að hjálpa öðrum hefur hjálpað mér mjög mikið. Akkurat. Þannig að þú missir ekkert að hjálpa öðrum sko. Þú tapar ekkert á því þannig að það er líka ógeðslega næs. Finnst þér hreyfingin hafa gert mikið fyrir því varðandi andlega heilsu? Já, það er svolítið þannig. Nei, ekki? Jú. Líka bara einmitt út því ég fæ svona tími fyrir sjálfa mig og ég næ aðeins að taka til í hausnum og það er ógeðslega næs sko. Mér finnst hreyfingin svo mikilvægt. Þetta sé bara eitthvað sem á. Svo líka þegar ræktin lokaði ég vissi ekki hvað ég ætti að gera sko. En svo fór ég bara út að hlaupa og mér finnst ekkert eitthvað ógeðslega gaman að hlaupa en ég vissi bara að ég þyrfti að hreyfa mig út af því að það hjálpa mér svo mikið. Einmitt. Já, alveg rétt. Ég maður núna, ég sá þarna tímbili á Instagraminu en þá varst að hlaupa rosa mikið. Já, svolítið mikið sko. Hafðir þá ekkert verið að hlaupa á undan því? Nei, sko, ég hef svona verið aðeins hlaupa, ekki eitthvað þannig sem mikið. Ég hljóp í fyrra þegar COVID byrjaði og svo aðeins sumarið og svo náttúrulega í desember október, nóvember og desember hljóp ég svolítið mikið. En ég segi alltaf, ég er búin að hlaupa maraþon og því ég er búin að hlaupa hálfmaraþon 2 svar. Ertu búin að hlaupa hálfmaraþon 2 svar? Já. Ok. Þannig ég segi alltaf, ég er búin að hlaupa maraþon. Hvernig var fyrsta skipti sem þú hljópst hálfmaraþon? Það var geðveiki. Og því ég æfði, ég var ekki búin að þjálfa neitt. Byrja aðeins að hlaupa mánuð fyrir. Svo bara Reykjavík maraþon fer ég að hlaupa og næ ágætis tíma, fer svo í brúðkaup, fer svo að djamma, dett niður stigun á B5, vakna næsta dag og ég bara, what? Ég get ekki hreyft mig. Svo ég bara, ég er ekki að fara að gera þetta aftur. Heyrðu, árið seinna gerði það aftur. En ég reyndi að sleppti að djamma. Hljóp bara. Er ekki þá bara, þetta ekki að setja út í kosmosi þannig að þú setja að fara að hlaupa heilt maraþon? Heyrðu, jú. Nei, það er svo erfitt að hlaupa maður. Svona lengi líka. En þetta er samt ógeðslega gaman. Þetta er ágætis, þú ert komin upp í þetta eins og hálft maraþon þá er þetta að fara að vera að glíma á hausinn, sko. Mér fyrir að leiða svo mikið, sko. Já. Sko, fyrstu 10 kilometrar er ekkert mál. Og þú ert að pína næstu 4-5 og það eru þessi síðustu 5-6 sem þú ert bara heyrðu, þetta er komið gott. Nákvæmlega. Er þetta ekki bara búið núna? En svo tókst það var alveg næs. Hvað sérðu fyrir þér núna að því þú ert í skóla og ert í vinnu og þetta sýnist eins og sitt mjög virk manneskja með mjög mikið á þinni könnu en ertu með plönum að setja eitthvað fókus á leiklistina? Af því ef við segjum þetta sé svona fyrsta tilraun hjá þér þá heppnaðist hún rosalega vel. Já, en kannski að maður bara hætta táfnum.
Nei. Nei, jú, auðvitað. Ég alltaf svona, ég ætti kannski að gera það, en svo ég alltaf smá hrædd, en þá ekki að stoppa á manni, sko. En ég ennþá svona, ég veit ekki hvað framtíðin hefur upp að bjóða. Ég reyna að plana ekki of mikið út af því alltaf þegar ég gera það, þá kemur heimsfaraldur. En þannig ég bara svona, ég ætla bara að standa mig vel í skólanum og opin fyrir öll tækifæri sem koma. Og það hafa alveg tækifæri verið að koma. Ég var til dæmis að lýsa eitthvað framhaldsskóla leikarnir í Rocket League. Já, hvað var stöð 2? Já. Hvað, akkur gerir svona? Út af því ég var ekkert eðlilega stressuð, sko. Ok, var þetta beinni útsendingu það? Já. Ok. Bro. Og líka, sko, ég spila töluleiki. Það getur enginn sagt að ég spila ekki töluleiki því ég spila töluleiki. Okay. En ég spila ekki Rocket League, leikurinn sem ég var að lýsa. Ég spila hann nokkru sinnum, en ég mæti og Kristján sem að eiginlega svona aðalkastirinn, hann þarna og hann svo geggjaður, skilurðu. Þú veist, hann bara búinn að gera þetta í nokkur ár og hann bara alltaf on point, ógeðslega flottur. Svo kem ég og bara, já, ég get ekki, I can't keep up, en hann var samt mjög næs að leiða mig áfram, en þetta var alveg smá svona, ég var alveg svolítið mikið að henda mig í djúpulaugina ósynd. Það djúpulaugina ósynd, það vel gert. En ég gerði það samt, skilur, og það, þú veist, eitt sér að ég hef mætt og því ég alveg stressuð fyrir þessu, ég er bara svona, kudos. Já, það stærsti sigurinn að setja sig í þessar aðstæður. Já, ég var líka, þú veist, ef þú horfir á þetta fyrsti klukkutíminn eða fyrsti svona hálftíminn, þá var ég bara já. Og því ég var bara svitna og titra og ég vissi ekki hvað þetta að segja, en svo, eins og með allt, það verður engin eitthvað amazing í einhverju sem að gera fyrsta skipti, sko. Áttu ykkur tips fyrir mig, sko næstu helgi ég að fara að lýsa einhverju á einhverju glímumóti með einhverju sem rosa góður í. Ég veit ekkert glímu, ég var bara beðin að gera þetta og ég segi já, af því að ég vil bara alltaf gera hluti sem svona smá áskorun. Já, og líka bara... Hvernig lýsir maður, nú þú komið með reynsli að lýsa einhverju sem þú stekir með eitthvað svaka mikið við. Litla reynslan sem ég með maður. En nei, ég held þetta, sko, það sem að ég er smá svona, hvað ég hef átt að gera, var ekki að vera svona mikið í hausnum á mér. Því ég kann alveg að tala. Hvað meinar þú? Ég þegi ekki. En ég var svolítið mikið bara, þú veist, inn í hausnum á mér, bara hvert að gera þarna, þú veist, akkur ertu svona, akkur ertu ekki að segja meira, og ég var bara á meðan ég var að horfa á high action leik og Kristján að tala á fullu. Og leið og ég náði að hætta því sem að gerðist í rauninni seinni klukkutíminn, þá byrjaði þetta að rúlla eins meira. Og ég held að sé bara það ekki festast á mikið hausnum aðeins. Heldur þú myndir líka, að því nú hefur reynsla af einmitt sketsum, búin að leika í bíómynd og síðan gera þetta, heldur þú myndir vilja, hefur áhuga að vinna eitthvað fyrir sjónvarp eða svoleiðis? Já, algjörlega. Ég held það, sko. Mér finnst eins skemmtilegt og mér finnst að vera frammyndavél, þá held ég að sé skemmtilega að vera fyrir aftanmyndavél. Fyrir aftanmyndavél? Já, og plana og brútisra og ég veit ekki, bara búið til gott sjónvarpsefni. Já, ok. Þannig að þú getur séð fyrir þér að þú er áhuga að vera pródusent eða eitthvað svoleiðis? Já. En mér finnst allt svona... Línan er opin eða eru tilbúið hann úti? Já, ég er allan opin fyrir því. En mér finnst ógeðslega gaman að bara allt svona viðburðarstjórnun, skilur. Ég var að vinna hjá CP Reykjavík í nokkur ár sem verktaki og mér fannst það ógeðslega gaman og ég er alltaf einhvern veginn í einhverjum skemmtinefndum það sem ég er að vinna eða bara whatever. Og mér finnst bara ógeðslega gaman að halda gott partí og það sem að fólk kemur saman og svona að allt rúli vel. Akkurat. Þannig að ég er svona kannski það er bara meiri staði fyrir mig en að vera framyndavél. Já, mér sýnist nú samt svona með þessa bíómynda það hefur nú heppnast ágætlega að vera fyrir framamyndavélina líka, sko. Já. Það er gott að maður getur gert bæði. Já, nákvæmlega. Og þetta er allt góð reynsla, sko. Það er gott að prófa að vera á bak við vélina til þess að skilja betur þá hlið ef maður er síðan fyrir framavélina. Já, einmitt. Og öfugt. Já, og öfugt. Já. Og veit ekkert hvað framtíðin hefur upp að bjóða. Nei, nákvæmlega. En þá ætla ég kannski svona, ég spyr fólk oft í lokin. Erum við ekki að vera það nokkuð góð bara? Erum við ekki búin að fara í svona helsta? Ég er náttúrulega þegi, sko, þannig ég geti verið hann í alltaf.
Spyr fólk oft í lokin hérna eða það er að tala við bara unga útgáfa af sjálfur sér. Já. Ef þú verður að tala við, segjum 15 ára útgáfa af því komið með reynsluna sem komið með í dag. Já. Að því gefna þessi 15 ára útgáfa myndi hlusta á þig. Hvaða ráð myndir þú gefa henni? Örugglega bara trúa meira svolítið. Og þú getur gert miklu meira en þú gerir þig grein fyrir. Og mitt bara, og líka bara ef að þú veist, þú áttir að gera fullt, sumt að þau áttir að heppnast ógeðslega vel, sumt ekki. Þessi hluti sem heppnast ekki, það er ekki the end of the world. Kemur alltaf eitthvað annað. Geggjur lokaorð. Já. Gaman að fá þig í heimsókn og ég er alveg viss að við möttum að sjá meira þér á hvíta tjaldinu, sko. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Takk fyrir komuna. Takk. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta og mig langar að biðja ykkur, það verið rosa vel þegið að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.